að segja fund bæjarstjórnar settan og þetta er fundur númer 3459 og 13. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 7 liðum. Og fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2019, árshluta uppgjör og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér er tekið fyrir árshlutareikningur Akureyrarbæjar fyrir 1. janúar 2019 til 30. júní og þetta var annar liður í fundargerð bæjarráðs 12. september sem var vísað hér til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn. Þessi reikningur er nú bara svona venjulegt form á honum þannig að séð. Það er skýrsla áritun bæjarstjórnar og bæjarstjóra og síðan er áritun óháðra endurskoðanda, en það er í rauninni bara skal ég segja ykkur könnunar áritun. Það er ekki farið fram eiginlega endurskoðun, en við höfum samt sem að þeir hafa samt önnið þarna ákveðna greiningu sem að framkemur á minnisblaði sem að lagt hefur verið fyrir bæjarfulltrúa. En ég ætla nú bara aðeins svona tæpað helsta sem að er í þessum reikningi og leggja síðan hér fram til samþykktar. En ef við byrjum aðeins að skoða reksturinn hjá okkur, þá eru skatttekjur tæpir 6 milljarðar á þessu tímabili, samanborið við 5,7 milljarða og 50 milljónir á árinu 2018 og hafa þannig hækkað 4,2% á milli árana. Framlög jöfnunarsjóðs eru 672 milljónir króna og hafa hækkað ríflega 9,2% og aðra tekjur eru 2 milljarðar og 40 milljónir og rétt 2% hækkun frá fyrra ári. Þegar við horfum á heildartekjurnar þá eru heildartekjurnar hjá A-hluta 9,7 milljarðar króna ef voru 9,3 milljarðar tæpir á síðasta ári. Ef við skoðum samanburði áætlun þá sjáum við að áætlunin fyrir A-hlutan teknana var 9,6 milljarðar 76 milljónir, þannig að má segja að við séum nokkuð nálægt áætlun í tekjum. Ef við horfum á rekstrargjöldin þá voru laun og launagjöld 6 milljarðar 27 milljónir króna. Hækkun lífeyrisskuldbindinga er tæpar 200 milljónir eða 195 milljónir og annar rekstrarkostnaður 3 milljarðar 330 milljónir króna og samtals eru það rekstrargjöld 9 milljarðar 552 milljónir króna. Ef við aðeins svona veltum fyrir okkur breytingun sem þarna er á milli ára, að þá sjáum við að laun og launagjöld gjöld hafa hækkað 500 milljónir frá síðasta ári, sama tíma á síðasta ári, og annar rekstrarkostnaður hefur þarna líka aukist verulega og ef ég maður rétt að við erum einhverja 160 milljónir umfram áætlun þessa árs og það er kannski þessi helsta breyting sem við sjáum í rauninni á reikningum ef við skoðum rekstrarniðurstöðuna. Það er rekstrarniðurstöðuna þarna fyrir afskriftir er 155 milljónir króna en var áætlað 293 milljónir tæpar og það má mestu rekja til þess að við erum þarna nokkuð fram yfir í öðrum rekstrarkostnaði miðað við áætlanir. Ef við skoðum afskriftina þá það nú bara pari miðað við áætlun 463 milljónir króna og rekstrarniðurstaða fyrir fjármálatekjur er 308 milljónir króna í mínus en áætlun gerir ráð fyrir 176 milljónir króna í mínus. Það sem hins vegar breytist hjá okkur er það að fjármálatekjur og fjármálaskjöld eru mun lægri vegna lægri verðbólgu en var reiknað með. 259 milljónir króna en var áætlaður 575 milljónir króna tæpar. Þannig að rekstrarniðurstaða er í þessu 568 milljónir króna á tímabilinu hjá A-hluta samanborið 750 milljónir króna áætlun. Þetta er veruleg viðsnúningur á fyrra ári en í fyrra var rekstrar tap af A-hlutanum tæplega 70 milljónir króna þannig að við erum að tala þarna breytingu upp á 500 milljónir króna. Það er vissulega áhyggjuefni. Ef við aðeins förum í þetta ef við greinum þetta aðeins þá er það bara þannig að rekstrartekjur hjá okkur eru að hækka svo svipað eins og eða aðeins minna jafnvel heldur en bara laun og launagjöld eru að hækka hjá okkur og svo erum við að sjá þarna annar rekstrarkostnað að hækka töluvert á milli frá áætlun og þar munar töluvert að veturinn var erfiður hjá okkur, aukinn snjómókstur og auk þess sem að rekstur Hlíðarfjalls gekk erfiðlega.
En það var náttúrulega fleiri skýringar á þessu og fleiri rætt sem hægt að tína til í þessu. En niðurstaðið þarna hjá A-hlutanum þá mínus 568 milljónir. Ef við tökum samantekið A- og B-hluta og rennum fljótum yfir það, þá voru heildartekjurnar 13,2 milljarðar tæpir og það bara í samræmi við áætlun því sem næst. Heildarrekstrarkostnaður 12 milljarðar og 100 milljónir tæpar. Áætlun gerir ráð fyrir 11,9 milljörðum. Þannig að rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 1 milljarð og 95 milljónir samanborið við 1274 milljónir í áætlun. Þannig að endurspeglast aftur þessi mismunur milli áranna, frá áætlun. Afskriftir voru þarna 895 milljónir, 871 milljónir samkvæmt áætlun og þegar fjármagnspakkin skoðuð þá eru fjármálatekjur og fjármagnsgjöld 648 milljónir á samstæðunni en voru áætlaðar 817 milljónir. Rekstrarniðurstaða hins vegar 449 milljónir og áætlun gerði ráð fyrir 449 milljónir, þannig að þetta mögulega segja sér sama tala, en þarna eins og áður segi þá munar miklum að fjármagnstekjur eru lægri heldur en gert var ráð fyrir, en annar rekstrarkostnaður hærri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Ég ætla ekki að eyða miklu tíma í efnahagsreikning, þetta bara punktstað á tímapunkturinn 30. júní og svo ekkert marktækar breytingar þar sem að verður að vekja athygli á. Þetta bara hefðbundið hjá okkur. Hins vegar hefur við alltaf, og ég hef talað hér í bæjarstjórn að mikið að horfa til sjóðstreymis og veltufjár rekstri lykiltala og það vegna þessara afkomu sem við erum að horfa fram á þá sjáum við að veltufjár rekstri lágt. Það 216 milljónir króna eða 2,2% af rekstrartekjum. Þetta ekki gott. Við höfum verið að tala um það fram til þess að það sé mikilvægt og ég hef rætt það að mikilvægt sé að við séum að horfa til þess að þessi tala sé 7,5% rekstri og það hefur verið að raungerast á síðustu árum hjá okkur. Þannig að það svona frekar, þetta búið að vera þannig, laga séð, erfitt ár, en auðvitað þannig að það alltaf þannig að árið framþungt, þannig að ég reikna nú með að þetta breytist eitthvað þegar líður árið, en þetta samt sem áður tilefni fyrir okkur til þess að líta í eigin barm og við erum akkúrat að gera það með gerð fjárhagsáætlunar, við erum að velta fyrir okkur hvar við getum unnið á þessu og bætt rekstur A-hluta og aðalsjóðs sem verkefni okkar bæjarstjórnarmanna, eða fólks. Síðan við að við horfum á samanteki A- og B-hluta þá hins vegar veltu fyrir rekstri 7,1% eða 934 milljónir, þannig að þetta skárað þegar við skoðum heildina, en við höfum gjarna verið með þessa tölu yfir 10% þegar við höfum hort til ársins í heild. Og kannski aðeins þá bara að helstu út úr sjóðstreyminum og líka sjá þarna neðst að handbært í upphafi árs hjá samstæðinu var 2,8 milljarðar en hefur lækkað 1 milljarð á árinu. Það náttúrulega var rekja til afkomunar og eins líka það að við höfum verið miklu framkvæmdum og það eins og bæjarfulltrúar að vita þá hefur Norðurorkan verið gengið frá lánum hjá Lánasjóði íslenskra sveitarfélaga til þess í rauninni að mæta þessu og það var náttúrulega samkvæmt þeirri áætlun sem var gerð í upphafi árs. Með þessu fylgja náttúrulega skýringar á fjöldamörgum blaðsíðum og sjálfur sér ekkert það að segja. Bæjarfulltrúar hafa væntanlega kynnt sér þetta og við erum svo sem búin að ræða þetta líka í bæjarráði. Þannig að það ekkert annað heldur en að leggja þetta hér bara fyrir fundin til umræðu og þá eftir atvikum til samþykktar. Það náttúrulega hlutverk okkar að staðfesta þennan áslutareikning þó að sé ekki lagaskylda að gera áslutareikningi þá tókum við upp að gera þetta og ætlum að halda því áfram að taka stöðuna eftir hálft ár og svona birta hér. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, það liggur fyrir hérna árshlutareikningur. Hann ekki mjög fallegur. Og enn og aftur ástæða til að fara að bregðast við og þá spyr maður þessara sígildu spurningar af hverju getum við ekki verið með langtíma áætlun hjá bænum sem við reynum að standa við.
Mér er farið að líða eins og Cícero leið hérna á þingi þeirra Rómverja þegar hann lagði nú alltaf til að Karþagó yrði lögð í eyði. Ég ætla nú ekki að fara að leggja það til. Þetta er náttúrulega orðið dálítið klént. Við erum búin að vera hérna, allavega ég og bæjarfulltrúi Guðmundur saman í bæjarstjórn núna í 5 ár. Við erum búin að tala um það og tala oft um það að það hefur verið svona tekið jákvætt í að gera 10 ára áætlun. Það var unnin 10 ára áætlun af öllum deildum árið 2013, þannig að það var búið að vinna ákveðna vinnu, það var ekkert gert með það. Það var aftur farið af stað í lok síðasta kjörtímabils og við erum ekkert farin að gera með þetta enn. Og hvaða máli skiptir þetta? Þetta skiptir að sjálfsögðu því máli að reyna að horfa aðeins í spilin til lengri tíma og átta sig á því hvað svigrúm við höfum til þess að þenja reksturinn út. Staðreyndin er eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom hér inn á áðan að launakostnaður hefur hækkað 500 milljónir rúmar frá síðasta ári. Þar af er að vísu einhvers staðar á bilinu 160 til 200 milljónir vegna nýs starfsmats og greiðslna aftur í tíman, en þá er þarna eftir einhverja 300 milljónir ríflega sem hafa bæst í það. Nú höfum við ekki verið að hækka laun í gegnum kjarasamninga eða slíkt. Þannig að þetta liggur að sjálfsögðu meira og minna í fjölgun stöðugilda. Og nú ætla ég ekki að fara að segja það að það hef ekki verið nauðsyn innan gæsalappa að fjölga eitthvað stöðugildum á milli árana 2017-18. En þetta er ekki eðlileg þróun eins og hún birtist þegar maður fyrir að skoða þróunina frá 2015 þegar við fórum í svokallað hagræðingarvinnu til lengri tíma. Þá var haldið þokkalega á spilunum næstu 2 ára eftir, en það er eins og allt að fara úr böndunum við fjárhagsáætlunargerðina 2018, þetta kosningaár. Það er nú bara einfaldlega þannig að það fjölgar hérna stöðugildum sem Akureyrarbær er að greiða í allhlutanum, sennilega 30, réttilega 30 stöðugilda einu ári. Það fjölgar meira en það koma tekjur á móti einhverju þar. Þau fara að nokkru leyti og kannski mestu leyti inn í fræðslumálin og annars vegar og síðan félagsþjónustu hins vegar. Ég bara velti fyrir mig þegar við erum að gera þessar áætlanir. Er þetta skynsamleg stjórnun að vera að bæta svona rösklega inn eitt árið og þurfa svo að klippa alltaf af næsta ár? Þetta er ekki eðlileg þróun. Við hljótum að þurfa að fara að horfa til lengri tíma og stilla væntingar af miðað við getu sveitarfélagsins til að veita þjónustu. Ef við þurfum að bæta í þjónustumstar eins og nauðsynlega grunnþjónustu eins og félagsmálin eða félagsþjónustuna, búsettumálin eða skólamálin, fræðslumálin, þá hljótum við þurfa að taka eitthvað annað niður. En við virðumst bæta í, við bætum líka í íþróttamál. Þó nokkuð mikið á milli ára. Þannig að þetta er bara umhugsunarefni þegar maður fer að skoða þetta. Tekjurnar eru að vaxa eins og bæjarfulltrúi Guðmundur sagði hérna áðan einhverjar 426 milljónir á milli ára. Launakostnaðurinn 500 milljónir á milli ára, en reksturinn 870 milljónir á milli ára. Þetta er ekki hægt. Þetta er ekki séns. Og eins og bæjarfulltrúi Guðmundur benti á, þá þýðir þetta það að veltufjárhlutfallið er 2,2% eða 216 milljónir og það er fjármunir sem við höfum til að framkvæma eða greiða niður skuldir. Við náum ekki einu sinni að borga upp skuldir með þessu áframhaldi. Þannig að það hlýtur eitthvað að þurfa að fara að gera og það er svo sem við að vinna í því. En það er líka eitt sem við þurfum að hafa í huga hérna. Lífeyrisskuldbindingarnar eru áætlaðar 400 milljónir. Þær hafa verið á bilinu 800 til 1,5 milljarður á síðustu árum. Við erum að gera ráð fyrir því núna í fjárhagsáætlanavinnu að þær séu að minnsta 800 milljónir. Þannig að við erum eftir að fá skell þar nema að ávöxtun lífeyrissjóðsins verði þeim betri sem við reynda stefnir í en við erum eftir að sjá hvernig það fer.
Og svo annað í þessu, snjómoksturinn, jú, hann hefur orðið miklu meira en við ætluðum, en hann hefur alltaf verið vanáætlaður. Við áætluðum 90 milljónir í hann á þessu ári, þetta er löngu búið, það komið 136 milljónir ef maður rétt. Við vissum þetta. Þetta var bara vitað. Við þurfum að fara að áætla í þessa liði, bæði snjómokstur, Hlíðarfjall og lífeyrisskuldbindingar, það er þó verið að gera það, bara í samræmi við reynsluna. Og reynsla segir okkur, þetta er kostnaðarsamara heldur en við höfum gert ráð fyrir. Menn geta það velti fyrir sér á að fara að taka snjómoksturinn eitthvað til endurskoðunar. Hugsanlega verðum við að gera það, við vorum að ræða það hversu mannvirkjar á þeim núna daginn. Við lengjum alltaf göturnar, við aukum sem sett, við erum að auka kostnaðinn með því að fjölga götum og lengja þær. Það liggur alveg hlutarins eðli. Þurfum við þá að fara að draga úr snjómokstri eða ætlum við að líta á snjómoksturinn eins og aðra svona grunnþjónustu bara sem grunnþjónustu og þetta bara kostar þetta og það bara það þannig, punktur og basta. Þetta er eitthvað sem við verðum að fara að hugsa til enda. Og þess vegna segi ég bara enn og aftur, við verðum að gera horfa lengra fram í tíman heldur en þessi 3-4 ár sem verið að gera í fjárhagsáætlun og vinnunni hér á Akureyri. 10 ár er bara fínn tími til að horfa fram í, spá fyrir þróunina, horfa svo aðeins í það hvað við ætlum að gera og hvað við teljum okkur geta gert og vinna þetta skynsamlega. Vegna þess að það er líka eitt sem að gerast, sem bæjarfulltrúi Guðmundur kom aðeins inn á, að við höfum á undanförnum árum verið að reka A-hlutann með halla, aðalsjóð með verulegum halla og A-hlutann reynda líka. Það sem við bjargað okkur er töluverður afgangur á Norðurorku og hafnasamlagi. Og Norðurorka hefur spilað þar stærstu rulluna, þó að þessi peningar komi ekki inn í bæjarsjóð, þá eru þeir hluti af samstæðu reikningum. Nú horfum við bara þannig að Norðurorka fer ekkert að skila sambærilegum afgangi eins og undanfarin ár vegna mikilla fjárfestinga sem í gangi núna, meðal annars vegna Hjalteyrarlagnarinnar og annara verkefna sem við ætlum að fara í. Taka vatni og Vaðlaheiðargönguna yfir, Kaldavatni og fleira. Þannig að þar er hellingur á framkvæmdum sem eru nauðsynlegar en skila kannski ekki beint arði inn í fyrirtæki. Þannig að það er bara eitt að gera. Það er að koma lagi á rekstur að hlutans og þá sérstaklega að sjóðs. Og það hlýtur að þurfa að verða bara stóra verkefnið sem er framöndan. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð en þetta, en ég er bara að leggja enn og aftur áherslu á þetta að það verður að gera eitthvað í þessu með langtíma hugsunum. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið mál sinn, næst til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar að koma hérna rétt aðeins upp og bregðast við orðum bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar. Hann talaði að aukin stöðugildi þeim hefur fjölgað þá sér í lagi kannski hjá fræðslusviði og mér langar svona aðeins bara til upplýsingar fyrir bæjarfulltrúa sem hér sitja sem og íbúa sem eru að horfa aðeins að fara kannski yfir helstu aukninguna og ástæður aukningana á fræðslusviði. Og vissulega er það þannig að það er hægt að spá fram í tíman og sjá vissa hluti fyrir en það er kannski erfiðara með aðra. Og eitt af því sem við sáum kannski ekki fyrir það var hvernig breytingin á fjölda nemenda í varðandi greiningar hefur þróast á undanförnum árum. Og ef við horfum kannski á bara heildarfjölda nemenda með úthlutun í grunnskólum Akureyrarbæjar, þá hefur þeim fjölgað úr 205 frá árinu 2010 upp í 402 nemendur á árinu 2019-2020. Þetta er gríðarleg aukning. Síðan kemur hérna líka fjöldi nemenda með fötlunargreiningar og fjöldi nemenda með ADHD hefur talið haldist nokkuð óbreytt á milli ára, þó að við aðeins aukist, en fjöldi annarra nemenda með úthlutun, sem eru nemendur sem eru ekki með greiningar, þeim hefur fjölgað töluvert, þeim fer úr 60 upp í 201.
Þetta er gríðarlega stórt verkefni sem við í fræðsluráði stöndum frammi fyrir en stöðugildum sérkennara hefur þrátt fyrir þessa þróun fækkað frá árinu 2010 úr 29 stöðugildum tæpum niður í 23,5. Skólalegar koma ekki að stuðningi við börn, þetta er fyrst og fremst stuðningsfulltrúar sem hefur fjölgað verulega meðal annars til þess að mæta þessari þróun en hópurinn hann taldi 28 stöðugildi 2010 en er 48 í dag. Spurning hvort að þessi fjölgun sé að skila árangri, við vitum ekki, þær tölur liggja ekki fyrir en þetta er eitt af þeim verkefnum sem fræðsluráð er að ráðast í núna, hvernig við nýtum mannauðinn, hennar gríðarlega mannauð sem við höfum innan fræðslu sviðsins en mér langar svona bara rétt að koma þessum upplýsingum áleiðis. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísarsen lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Taktu allan þinn tíma. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins að koma og bregðast við því sem bæjarfulltrúi Gunnar kemur hér inn og að nefndi hér áðan langtímaáætlun og það hefur svo sem verið líka rætt það og mikilvægt að koma langtímaáætlun. Hins vegar erum við svona að horfa núna fram á það að vinna svolítið í rekstrinum okkar bara til næstu ára. Við hefum verið að vinna í fjárhagsáætlunarvinnu vinnu núna. Það hefur verið lagt upp með það við ráðað að menn komi með svona einhverjar varanlegar lausnir, varanlegar leiðir til þess að draga saman. Eins og við megum heldur ekki gleyma því að við höfum verið að ná ágætis árangri í rekstri aðalsjóðs. Ef við horfum fram hjá þeirri tölu sem að lífeyrisskuldbindingar eru, sem að hafa eiginlega lent á okkur eins og fellibylir að lenda á Bandaríkjamönnum, að við svona erum að þetta er eitthvað sem við ráðum trauðla við og ef við horfum bara til að mynda á rekstur aðalsjóðsins á árunum 2014 og þar aftur eftir það þá hefur við svona verið að draga úr afkoma aðalsjóðs hefur verið betri. Hins vegar eins og ég var að segja á hann þá er þetta ekki nógu gott á þessu ári og er áhyggjuefni. Það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að við svo sem það hefur verið fjölgun á starfsfólki það er samt ekki stóra skýringin á þessari breytingu á launum. Ég glemdi að nefna það hér áðan að hluti af því sem að skýrir þessa hækkun launa á milli áranna er það að við erum að ganga frá greiðslu á starfsmati sem að næra aftur til áranna á undan, þannig að það er verið að gjaldfæra hluti af kostnaði sem að til er í fyrri árum og þannig líka verið að ganga frá hluti þannig að vera að ganga frá uppgjöru við starfsgreinasambandi eða einingu við því út af launaleiðréttingu sem að kjara tengd. Þannig að það er svona skýri það gerir það verkum að launin er þarna á milli áranna að hækka ef maður rétt 10% sem er mikið en það er náttúrulega kannski dreifist betur út á árið þegar framlíður en hins vegar náttúrulega eru kjarasamningar og frá gengnir og svo framvegis. Þannig að ég árétta það áfram að við þurfum að taka á og í þessu og við erum akkúrat að gera það þessa dagana. Gunnar talaði að það var gott að sjá langtímaáætlanir og ég held að vonandi hafa mismælt sér þannig að við getum gert okkur grein fyrir hvernig við getum bætt eða blásið út reksturinn, þetta ég hafa sagt, en hann hefur alltaf að meina hvernig við getum séð hvernig við sæjum reksturinn fyrir okkur í framtíðin og það er alltaf mikilvægt í raun að við gerum okkur grein fyrir því. Við erum svona þessa dagana líka velta fyrir okkur hvað við erum að fara í framkvæmdir á næstu árum. Við höfum verið að reka okkur á það að viðhaldskostnaðar við framkvæmdir, við höfum verið að bæta í fram eins og hefur verið bara það. Við erum með stóra stabba af eignum og það er alltaf kallað eftir meira og meira viðhaldi. Við höfum verið á þessu ári og erum að bregðast við með viðaukum að bæta í viðhaldskostnað. Við erum ef ég man rétt með 380 milljónir pluss félagslega íbúð, þannig við erum með einhverjar 550 milljónir í viðhald á þessu ári, pluss það að við erum eftir að bæta við viðaukum sem við tökum fyrir á næstunni.
Þannig að þetta eru miklu peningar sem fara í viðhald og það er líka það sem við verðum að horfa. Bæjarfulltrúi Gunnar talaði að það sé mikið aftur okkur að setja inn í áætlunum rauntölur fyrir snjómokstur og rekstur Hlíðarfjalls. Við erum hins vegar að reyna að skoða hvernig við getum í rauninni dregið úr þessum kostnaði. Ég meina, rekstur Hlíðarfjalls hefur, eins og fram hefur komið, verið erfiður vegna erfiðs tíðafars og þá líka mikils launakostnaðar og það er eitthvað sem við þurfum bara að velta fyrir okkur hvernig við viljum sjá þetta gerast í framtíðinni. Við hefum verið að ræða hvort að við getum útvistað þessari starfsemi, það er eitthvað sem að gengur erfiðlega en þetta er hluti sem við erum alltaf að skoða og við hefum verið núna, öll bæjarstjórn eða bæjarráð hefur verið að vinna núna með lagði fram tillögu það að það yrði farið í 400 milljón króna svona hagræðingu innan sviða og það er verið að vinna í því þessa dagana og við erum að fá núna kynningu á svona þessum niðurstöðum í bæjarráði á næstunni þannig að ég held að við séum að reyna að gera það sem við getum til þess að bregðast við þessum rekstri sem er ekki nógu góður. Ég tek undir með Bæjarfulltrúa Gunnar að þetta má betur gera en þetta er svona eitthvað sem við þurfum að takast á við í sameiningu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst tekur til máls Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, það getur bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Guðmundur virðist nú ekki alveg hafa hlustað á mig áðan, þó hann hefði átt að gera. Sko, ég nefndi það sérstaklega, bæjarfulltrúi Guðmundur, að það væri á bílnu 160 til 200 milljónir af þessum 500 vegna starfsmats sem hefði þurft að greiða eftir því sem kom fram í bæjarráðum daginn. Sem þýðir það að eftir standa þessar 300 milljónir sem er langt upp í þá tölu sem við hefum verið að tala að þurfa að hagræða fyrir til þess að halda áætlun bæjarins eða alhlutans á nulli á næsta ári. Sko, aðeins svo líka varðandi það að draga úr kostnaði. Við áætlum ekki lægri upphæð á einhverja liði nema að fara þá í einhverja sérstakar aðgerðir til þess að draga þá úr kostnaði svo hann haldist innan marka. Ég hef ekki orðið var við það og þá umræðu í kringu snjómokstur. Ekki ennþá. Það er aðeins borist í tal núna í tengslum við fjárhagsáætlun 2020. Ég hef ekki orðið var við einhverja alvöru umræðu það hvernig við drögum úr kostnaði við Hlíðarfjall. Við hljótið það að vera ræða það í meiri hlutanum, en við hefum ekki verið í alvöru viðræðum eða þá inn í frístundaráði, sem ég veit ekki Og þess vegna segi ég ef við erum að gera áætlun, þá erum við að gera áætlun í samræmi við það sem við reynslan segir okkur að verði nema. Það sé þá tekin bara ákvörðun að skera eitthvað niður. Bara hreinlega. En bara bregðast þá einfaldlega þannig við. Og ég að leggja til að við gerum þessa langtímaáætlun til þess að við sjáum betur fram í tíman hvert stefnir og hvað svigrúm við höfum. Varðandi fræðslumálin að þá fjölgaði stöðugildum 20 í pakkanum á milli áranna, þar að vera helmingurinn í leikskólan. 9 stöðugildi og 11 svo í eitthvað annað. Grunnskólan og tónlistarskólan þá. Og eins og ég sagði áðan, ef að það er nauðsynlegt að bæta þjónustuna vegna sérstakra aðstæðna eða þess að það bara þarf að gera það í grunnþjónustunni, þá eigum við sjálfsögðu að gera það. En við þurfum þá að bregðast í einhverstaðar annar staðar. Svo sendum við hagræðingarkröfu út af fræðslusvið, jafnt sem aðra núna, til þess að takast á við það verkefni að við erum búin að keyra reksturinn of langt. Það er það sem ég er að gagnrýna, þetta jójó. Já, við hefum nóga peningum í dag, morgun, nei, allt galtómt. Nú verðum við að gera eitthvað. Ég vil sjá meiri jöfnís. Ég vil sjá okkur vinna þetta skipulegar. Það er eina sem ég óska eftir, hef gert lengi og mun gera áfram. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið er laust.
Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, það getur bæjarfulltrúar aðeins bara að bregðast við þessu að draga úr kostnaði í Hlíðarfjalli. Við svo sem erum ekki komin með einar frístundaráð hefur þó verið að vinna í þessu en við erum ekki komin einar tillögu beint, en við erum, eins og bæjarfulltrúi Gunnar veit, erum að láta gera úttekt á reksturinn, þannig við svona áttum okkur betur á stöðun og vænti þess að skýrsla komið frá KPMG á næstu dögum og tala miðjan september, þannig ég reikna nú með að það fara að gerast. Og þá getum við svona betur átta okkur á þeirri stöðu. Ég held að sé mikilvægt og það er bara þannig að við erum kannski svolítið sein að bregðast við þegar að illa árar í veðurfari, að þá virðist svona þetta blæða dálítið og við þurfum einhvern veginn átta okkur hvernig við getum tekist á við það. Varðandi snjómortunum þá svona kannski var heldur ekki, við verðum bara að viðurkenna það hefði mátt bregðast við og ég man ekki betur en að það hefði verið rætt og ég hafði nokkuð sem mátt það orðið að mér finnist kannski að við þurftum að velta fyrir okkur hvort við varum að ofgera þjónustuna á tímabili. Það var svo sem var ekki gert mikið með það en mér fannst það að við hefðum kannski átt á tímabili í voru að draga úr og ekki vera að fara í það. Við höfum lagt mikla áherslu á það hins vegar að hugsa mokstur í kringu skóla, hugsa mokstur gangstíð og gönguleið og hjólaleiða. Það hefur kannski verið meiri áherslu á það heldur en við gert og það er eitthvað sem maður vil kannski ekki spara. Ég held að við þurfum að bara velta fyrir okkur hvernig við áætlum fyrir því og vera má að við þurfum að bæta í á ársgrundvelli og það er kannski alveg rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar nefnir en við þurfum að horfa á þetta svona sem heildarmynd og erum að reyna að gera það þessa dagana. Og varðandi langtímaáætlun þá hefur fjársýslusvið verið að vinna því að setja upp skapalón, þannig að þegar við erum komið áætlunni fyrir árið 2020 þá eigi verið auðvelt að setja það í þann farveg að við sjáum svona til lengri tíma og getum þá aðeins spáð smuglaði hvernig við sjáum fyrir okkur þessi næstu 10 ára eins og bæjarfulltrúi Gunnar hefur talað Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla ekki að fara að lengja þessa umræðin eitt brjálæðislega en mér finnst góð vegna þess að ég tek nú undir flest af því sem að félagi minn bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var að tala að það er mjög gagnrýnivert hvernig í fyrsta lagi hefur ekkert verið þessi aðgerðarhópur framtíðarrekstur Akureyrarbæjar sem að skilaði af sér 2016 hefur ekki skipt neinu máli og svo hvernig þessar sveiflur birtast og en ég er líka bara ánægð með svörin frá formanni bæjarráðs ástæður og svona viðhorfi til þessa. En ég vildi svona kannski bæta við að mér finnst líka sitjandi í bæjarráði mitt sérstaklega þegar við erum að taka við alls konar óskumum viðauka þá snýst þetta einmitt eins og hefur komið fram ofboðslega mikið snjómostur, Hlíðarfjall og viðhald eigna. Og við fáum, og þetta eru 20 milljóna eða 100 milljóna króna viðaukar jafnvel sem að við erum að fá til okkar og mér finnst bara einhvern veginn og síðan er bent á að það sé mikill aukinn stuðningur inn í skólakerfið og í mínum huga þá er einhvern veginn og tala einhvern veginn eins og það sé eitthvað sem að sé viðráðanlegt. Mér finnst það sem er viðráðanlegt hvort við mokum mikinn eða lítinn snjó eða hvort við dælum endalaust í Hlíðarfjall á þess að hafa einhvern veginn beinar hugmyndir og ég vil nú segja þar með erfitt tíðafar með Hlíðarfjall þá finnst nú vera saman hvort að ýmist mínusina því að snjóaði svo mikið eða því að snjóaði svo lítið. Mér finnst pínu erfitt að átta sig á þessu. En ég vil bara segja að þetta er fyrsta, nú er ný bæjarstjórn að fara í fyrsta skipti í fjárhagsáætlunargerð og mér finnst bara meirihlutinn á gott tækifæri til þess að sýna hvað í honum býr og það er bara tækifæri til umbóta þannig ég bara tek undir hvatningu frá bæjarfulltrúa Gunnari að við verðum að gera betur og við verðum að horfa svona til lengri framtíðar. En svo held ég líka að við verðum að fara að hugsa til þess
einmitt að fara ekki mjög reglulega í gegnum einhvers konar niðurskurðar kröfur, það eru misflatar inn í nefndirnar okkar og sviðin, en að hugsa bara í einhverju svona, það sem að stóri peningar liggja eins og til dæmis í Hlíðarfjalli og það sem er illviðráðanlegt og við þurfum að hugsa hvað það er sem við getum í raun og veru bara tekið út og hætt, og ég veit það eru alls konar vangaveltur það í þessu fjárhagsáætlunarferli inn í nefndunum, en finnst líka, við þurfum líka ekki bara svona að anda léttar þegar að búið að klára þessa fjárhagsáætlun, heldur einmitt að hugsa þetta til framtíðar. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Það getur bæjarfulltrúi aðeins að bregðast við því að við erum að tala að lítið hefði gerst og menn er að tala um að það sé alltaf farið til hafi sótt í sama farið. Það er alveg rétt á þessu ári og við þurfum eitthvað að hafa áhyggjur af því, það sé stóra málið. Hins vegar, ef við horfum bara á rekstur aðalsjóðs og einangrum hann frá lífeyrisskuldbindingu sem eru mjög rokkandi, við hefum séð lífeyrisskuldbindingar upp á 1500 milljónir á einu ári, við hefum séð það líka bara verið mínus 7 milljónum, þannig að þetta hefur farið svona, en ef við bara horfum á rekstur niðurstöðu aðalsjóðs, þá erum við að sjá að þetta var á árunum 2013, 14 og 15 rétt ríflega milljarður og 1200 milljónir tæpar á árinu 2015 og verðgildi þess árs. Eftir að við fórum í aðhaldsaðgerðirnar eða fórum í að vinna þetta, það skilaði einhverju, ég ætla ekki að segja að það hafi alfarið verið það sem skýrði þennan afkomu bata, en hins vegar þá fór þetta úr 1200 milljónum í árinu 2015 í tæpar 350 milljónir árinu 2016, var síðan 137 milljónir árinu 2017. Þannig að við vorum að sjá þarna nokkuð verulega viðsnúning, það síðan sótti aðeins í verra fara, það var komið í 400 milljónir rúmar árinu 2018. Þannig að það er ekki alveg eins og þessar aðgerðir sem að farið var í árinu 2015 hafi ekki skilað neinu. Ég held að það er svona gert að einhverju leyti og ég held að það er meðal annars að við erum að fylgjast betur með rekstrinum. Ég held að þegar menn segja jú, það vissulega jú, við tókum þarna á og við erum komið með þetta niður. Þetta er eilífa verkefni, núna þurfum við bara eins og við höfum rætt að það er kannski stóra vandamáli það að þegar við tökum svona breytingar þá er það spurningum að reyna að finna einhverja varanlega breytingar þannig að við séum raunverulega merkja það að það gerist til lengri tíma og það er eitthvað sem að verkefni okkar er þessa dagan og ég trú á því að þessi bæjarstjórn nái því að setja þannig marka á reksturinn að við sjáum varanlega breytingar á reksturinnum, ekki bara til 1 árs heldur til 10 ára. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Þannig fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá þeir sem geta staðfest afsluta uppgjörið gefið merki. Það eru 11, takk fyrir.